Biðin hefur verið löng og ströng eftir nýrri slökkvistöð á Suðurnesjum en nú mun ný stöð rísa við flugvelli 29 í Reykjanesbæ. Á 20 árum hafa 8 tillögur og ýmsar staðsetningar verið á teikniborðinu. Ístak verktaki að húsinu og áætla þeir að húsið verið tilbúið innan árs. Skrifað var undir samninga í síðustu viku og kostnaður við byggingu slökkvistöðarinnar 730 milljónir króna. Hvað segir Jón, nú langþráður draumur væntanlega að rætast hjá ykkur? Já, það alveg óhætt að segja það. Þetta langþráður draumur. Þetta verkefni búið að vera í 20 ári undirbúningi, þannig að það ekki hægt að segja annað heldur en að það hafi verið legið vel og lengi yfir þessu. Hversu mikil þörfin orðin hérna? Hversu mikil þensla hefur orðið hérna á svæðinu og sem að snýr ykkur? Það náttúrulega bara gríðarleg breyting í raun og veru frá því að þetta var gert að atvinnulífi 1988. Þá voru hér innan við 1000 útköll, milli 800 og 900 útköll. En í dag þetta á 4000 útköll. Starfsmannafjöldi hefur náttúrulega margfaldast og allt umfang. Þannig að það mjög knýjandi þörf á að komast í nýtt og almennilegt húsnæði. Þetta hús sem hér var byggt fyrir rúmum 50 árum síðan, það var flutt inn í þetta 1967, þá var það byggt fyrir hlutastarfandi slökkvilið og ekki gert ráð fyrir þeirri starfsemi sem í þessu húsi í dag. Þannig að það barns síns tíma, hefur þjónað okkur í rúm 50 ár og löngu orðið tímabært að fara í nýtt húsnæði sem uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru til slíkra starfsemi í dag. Hverju mun nýja húsið breyta? Það breytir öllu í aðbúnaði fyrir starfsfólk og það breytir miklu fyrir geymslu á tólum og tækjum. Þannig að það raun og veru að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í dag til viðbótar því að þá eru þarna aðgerðastjórnstöð almannavarna til húsa hjá okkur og það til mikill að bóta ef einhver vá hérna í sveitafélaginu. Og staðsetningin, hún náttúrulega algjört lykilatriði sú nýja? Já, það hérna, við erum að flytja hérna upp á flugvelli 29 og betri staðsetningu ekki hægt að fá bara fyrir starfsemi af þessu tagi. Það stutt upp í flugstöð niður í Helguvík, Garð, Sandgerði, góða tengingar hérna niður í Reykjanesbæ og á brautinu og svo framvegis. Þannig að þetta bara virkilega góð staðsetning og ég held að þetta sé besta staðsetning sem við hefum getað hugsað okkur. En þar hafa verið nokkrar og hugmyndir hafa verið nokkrar í gennum tíðina, ekki satt? Jú, þessi hugmynd og staðsetning númer 8 í röðinni. Það eru búið að teikna upp og velta fyrir sér 7 öðrum möguleikum og sem hafa farið mislangt en núna í 8. skiptið þá þetta að verða veruleika. Við hérna erum líka heppnir með það að fá öflugan verktaka, Ístak, í lið með okkur til þess að framkvæma þetta og þeirra hugmyndir eru þær að þetta verið gert á 11 mánuðum. Eru kannski full bjartsýni þar eða tilhöru á raunhæft? Já, algjörlega. Þetta bara verktakafyrirtæki sem veit nákvæmlega hvað að gera og hefur staðið að mörgum stórum og mun stærri verkefnum með þessu og ég hef enga ástæðu til að ætla annað heldur en að það standi allt og gangi eftir. Mér langar aðeins að spyrja bara svona ykkar daglegu starfsemi hérna. Eru þið hreinlega að ná að anna öllu þessu svæði eins og staðan núna með mannafla og húsnæði og allt sem þið hafið á ykkar snærum? Það við náttúrulega önnum öllum útköllum og sinnum öllum útköllum sem til okkur koma. Það geta komið upp tímar þar sem seinkun á útkalli, þar sem við getum ekki sinnt í alveg á sömu mínútuna berst ef það eru mörg útköll sem koma á sama tíma. Þannig að við erum ekkert ofmannaðir, ef við getum orðað þannig. Við erum ekkert ofmannaðir og okkur veitir ekkert af auknum mannskap en þetta hefur svona sloppið til. En það engin afgangur oft á því að ná utan um það.